Taktikinn í boði Jakko og UMFI. Let's go. Komið sæl og velkomin í taktikina. Umfjöllunarefni í þessum þætti verða tvær íþróttagreinar sem hafa notið mikilla vinsælda upp á síðkastið, rafíþróttir og pílukast. Hvernig bindum við þetta saman? Það í viðmælandanum sem komin til mín í settið. Bjarni Sigurðsson, formaður bæði píludeildar og rafíþróttadeildar Þórs. Velkomin. Já, takk fyrir. Byrjum á að tala eins rafíþróttirnar. Þetta nú svona íþróttagrein sem hefur alveg verið hægt að stunda í samkomubanni. Já, og bara fór mjög hratt upp núna í samkomubann og þetta það sem menn geta spilað á þess að koma saman og ég held að menn hafa nýtt þetta tækifæri mjög vel. En nú ekki langt síðan að deildin var stofnuð innan Þórs og maður hefur verið að sjá gríðanlega vöxt í þessu hérna innanlands þar sem að fleiri félög að stofna rafíþróttadeildir innan sinnabanda. Já, hvaða kostir nær maður fram með því að hafa þetta innan íþróttafélags? Við náum þeim kostum þar fram kannski helst að við getum stjórnað því hvernig við viljum sjá krakkana spila töluleiki og hvernig við viljum ná fram hugsun hreyfingu, mataræði og ná árangri með því að vera í fókus þegar þú ert að spila töluleik, ekki bara hanga í töluleik. Það er kostirnir sem við sjáum og sérstaklega eins og út í Þór þá erum við með náttúrulega góða tengingar beint út á íþróttabrautirnar í frjálsíþrótta hlaupabrautirnar og vellina og þá kynnast krakkar líka kannski samfélaginu og eru hluti af samfélagi sem eru kannski annars heima skilur, og einangruð að spila töluleiki. Hvernig var þetta þegar þið voru fyrst að kynna það að vera með rafíþróttadeild innan Þórs? Voru allir sem hreinlega skildu hvað það var að ræða? Nei, það var ekki alveg þannig og en ég sá bara tækifærið þegar við vorum að færa píludeild Þórs úr stúkunni á Þór að þetta var kjörið sæði til að byrja með rafíþróttir og ég fór þá á aðalfund Þórs í fyrra og kynnti þetta þar það var ekkert, menn voru ekkert alveg að kaupa þetta strax, þetta tók smá tíma og en svo þegar að menn föttu hvernig konseptið þá allir inn og allir mjög áhugasamir og aðstjórnin alveg búin að styðja 100% styðja þetta og framkvæmdastjórinn Reimar alveg Guðs í gildi að hafa svoleiðis menn og Jónsa íþróttafulltrúa Þór sem hafa barist með okkur í þessu. En nú tölvuleikjaspilun, hún ekkert ný og hún mjög algeng að það raun tækifæri til þess að innvinkla bæði menntun og svo íþróttir inn í tölvuleikjaspilun. Já, og maður sér það alveg á því gamla þegar maður sjálfur að spila töluleiki þá að þeir sem voru með vinir mínir í dag þeir hafa leiðst inn í forritun og inn á þessar brautir og sagan líka góð eins og til dæmis að CCP að það voru strákar hér í bænum sem að fengu þessa hugmynd segir sagan og þeir hafa verið í myndlistaskólanum á Akureyri og vildi fá húsnæði hér en það var ekki skilningu fyrir því þá þannig að þetta fór stofnaðist í Reykjavík. Það akkurat málið því þannig eru líka að þú ert með grafík, þú ert með listsköpun, það eru alls konar þættir sem eru inn í tölvuleikjum. Já, spila og sviðið svo vítt þannig að mann geta leiðst út á hinar þessar brautir En það svona fyrir þá sem ekki endilega mikið inn í þessu og ég þar með talin sjálfur, maður kannski að vera út að sparki í vegg fótbolta, það mjög bara viðurkennd athöfn að vera inn að spila í tölvuleik, það eitthvað sem ekki alveg eins viðurkennt og tendensin frekar að reka menn út að fara að sparka boltanum í vegginn. Já, það akkurat og það kannski það hugafar sem þarf að breytast kannski hjá foreldrum, að það þarf að viðurkenna líka þá sem að spila töluleiki þeir geta náð langt þó að foreldrinu átti sig kannski ekki á því í dag að þetta getur haft gríðarlega áhrif á hvernig
hvaða starfsvettvang krakkar velja sér og annað sko. Það eru gríðarlega miklu möguleikar og það er líka það sem eru séð í þessum vexti í rafíþróttum er þessi stóru og glæsilegu viðburðir sem að þessar keppnir eru úti þannig að þarna er tækifæri fyrir þá sem að leggja þetta á sig. Já, og miklu peningar í þessu, miklu tekjum möguleikar, þetta er bara stækkandi og gríðarlega tækifæri í þessu og við erum rosalega spenntir fyrir að sjá hvernig þetta tekst til sko. En svo er munur á því sko að menn geta líka alveg verið að hanga í tölvuleik en að æfa markvisst, það er í raun allt annað. Já, það er allt annað og við viljum einmitt fókusera á það að menn ná engum árangri með að hanga bara í tölvuleik tímunum saman og jafnvel saman nótt og þannig nærðu ekki árangri, þú þarft að þjálfa þig líkamlega og hafa mataræði í góðu lagi og þessi gaurar sem eru úti núna að spila sko á stóra sviðinu þeir eru bara með prógram sko og það er ekkert nikað frá því sko. En það er líka kannski með vext íþróttarinnar að það koma peningar inn í hana, það eru verðlaunafé, það er kannski mjög auðvelt að sækja sér tekjur sem keppandi og þá getur í raun búið til þessa umgjörð sem er þjálfari, sem er næringarfræðin og allur þessi pakki sem gerir þegar meiri íþróttamanni. Já, nákvæmlega og ég tel að það sé mitt kosturinn við það að vera með þetta í íþróttafélum það verður auðveldar að ná í tekjur við til dæmis á þessum tímum sem við erum núna þá náðum við að safna stuðningi frá fyrirtækjum í bænum og allir mjög jákvæðir út í þetta og þannig að við erum alveg vissir að við komum þessu á koppinn sko. Svo er þetta svolítið framandi heimur fyrir okkur mörg og þarna er ákveðið tungumál talað, margir tölvuleikirnir eru á ensku og þarna eru orð sem maður kannski skilur ekki alveg þegar maður er að horfa á þessa viðburði og það er verið að lýsa þeim og ég veit ekki hvað hitt og þetta er en þetta er kannski eitthvað svona sem þarf svolítið að slípa til eða? Já, þetta kom einmitt upp á stoppfundinu þegar menn í aðalstjórninni á Þór sátu fundin og þeir töluðu einmitt það eftir fundin að þeir hafði bara ekki skilið neitt hvað var að fara fram á þessu fundi þegar krakkarnir voru að tala hvað þau voru að spila og hvað þau voru að gera og það voru náttúrulega foreldrar og krakkar sem mættu þarna á stoppfundin en við viljum endilega einmitt stofna kannski okkar eigin útsendingar fyrir okkar lið og verum okkar eigin lýsingar og hver veit nema N4 verið partur af því í framtíðinni og þá getum við vitum alveg hvernig við viljum koma þessu til skila sko. Og það er kannski núna eins og þetta er í dag þá eru kannski spilarar að lýsa sem að kannski koma þessu ekki almennilega til skila en auðvitað verða alltaf einhverja slettur í þessu, það held ég ekki hjá því komist og en það er hægt að búa til kynningamyndbönd og útskýra leikinn betur þannig að menn skilji hvað er að fara fram. Já. Það er kannski eitthvað fyrir þá lýsa að hafa í huga að útskýra þau orð sem að þurfa að vera þetta slangur og þessar slettur. Já, og eins og í Counter-Strike til dæmis, það er alltaf mikil strategi í gangi, skilur, menn eru með mörg plön, og það þarf svona svolítið að koma sér til skila. Já. Vistu nefnir Counter-Strike, ef við tölum aðeins þessa leiki sem við verðum að spila, hvaða leikir eru spilaðar í rafíþróttum? Er þetta allir leikir eða það eru auðvitað einhver leikir sem eru vinsælli en aðrir? Já, það eru mjög margir leikir sko, en svona, þessi vinsælustu eru Counter-Strike, FIFA, League of Legends það eru svona þessir vinsælustu leikir og svo er að koma aðrir leikir inn líka sterkir núna og við sjáum þetta bara stækka og við vorum náttúrulega mjög heppnir með það að fá lið inn í Counter-Strike liðið okkar og erum Eurostild í dag og hún var enda í gær og enduðum í 5. sæti og bara mjög frábær árangur sko og strákarnir stóðu sér mjög vel og voru einu sæti frá umspilinu en það er reynsla sem var bara í bankan og menn gera betur næst. Það er bara þessu öllum íþróttum. En eins og í þessum leikjum sko, velur maður ekki svolítið svona sinn leik eða eru við að tala einhverja tugþrautakappa sem eru bara góður í öllu eða hvernig? Sumir eru góður í öllu, það er bara þannig og sumir eru góður bara í sumu, þannig að það er svona, menn finna sinn farveg sko, það er alveg þannig og svo erum við með leiki eins og Minecraft sem mikið á yngri krökkum er að spila og
dóttir mín til dæmis spilaði hann mikið og hún var partur af samfélagi sem hún á vin út í New York og út allan heim skilur og ensku kunnátta hennar kemur upp úr þessu skilur hún altalandi skilur ensku í dag skilur þannig að þetta getur leitt krakka á svo marga veg og inn í góð samfélag og þetta er bara frábært sko. Já. En svo getur þetta náttúrulega breyst, það er náttúrulega þróun, það koma nýjir leikir, spilarar þurfa að aðlaga sig að nýjum leikjum og við veitum kannski hver verður aðaleikurinn eftir 2 ár, 3 ár í þessu sporti. Það er nákvæmlega, það er nefnilega, það er skemmtilega þetta er alltaf að breytast og með aldrei og seint fyrir menn að byrja, það er bara þannig. Já, þannig að þetta er svolítið svona eins og crossfitið, þú ert að vera undirbúin undir að sporti geti tekið breytingum. Já. Það er bara svoleiðis, nákvæmlega þannig, það getur breyst frá tíma til tíma sko. Já. En eins og núna í sko, samkomubanni, þetta hefur ekkert verið, það hefur verið eftir að halda út í æfingum hefur maður tekið eftir og menn hafa verið með Zoom-fundi í þessum gera. Já, og þeir náttúrulega tengja sig náttúrulega bara í gegnum sín leik og tala saman þar og og æfa sig og það er mikið, það er bara svona miklu möguleikar í þessu, þú veist, þó að sé samkomubann sko. Já, og þarna líka tekum maður eftir í því að nú eru flest allir sem að þurft að aðlaga sig að þessu formi samskipta að einhverju leiti í gegnum fjarfundi, í gegnum Zoom, maður hefur verið í samskiptum við fjölskylduna sína, jafnvel spila leiki í gegnum þetta, þannig að í raun fær maður svolítið innsýn inn í hvernig sko rafíþróttamenn eigi samskiptum við aðra spilara og jafnvel út í heimi. Já, þeir hafa akkurat svona samskipti og búin að gera lengi og og það er, þú veist, það er eins og við erum núna konum með Discord-rás hjá Þór, rafíþróttadeild Þórs og þar koma þeir bara saman og þar eru undirrásir hvað leikur spilar og þá er auðveldur að finna spilara til að spila með, þannig að þetta er svona svipað og menn þekkja gamla yrki sko, þannig að þetta er bara frábært sko, það er auðvelt að komast í sambandi aðra spilara og við erum einmitt að reyna að ná því hér á þessu svæði skilur, að menn sé að spila saman sem eru hér sko. Já, og auðveldir henni kannski að bera sig saman við þá sem eru bestir í heiminum, til dæmis eins og í skák og öðrum greinum, ég er ekkit mikið að spila við bestu leikmenn í fótbolta eða körfubolta verandi leikmaður á Íslandi en boðleiðin í þessa leikmenn í rafíþróttum, hún er miklu styttri. Hún er miklu styttri, það er bara þannig og það er það sem gerir þetta svo skemmtilegt sko. Já. Við skuldum smá auglýsingar, við ætlum að kíkja yfir í stuttli og höldum áfram eftir þær. Taktikinn í boði Jakko og UMFI. Let's go. Já, við höldum áfram hérna í taktíkinni, við vorum að ræða rafíþróttir fyrir hlé, en þú ert ekki bara formaður rafíþróttadeildar, Bjarni, þú ert líka formaður píludeildar. Já, formaður píludeildar Þórs, já, líka og var nýtekinn við því þegar aðstjórnin kom og var tilbúin til að stofna rafíþróttadeildina, þannig æxlaðist þetta nú og ég verð ekkit eilífur á báðum stöðum sko, það verður fullt af strákum með mér í stjórn rafíþróttadeildarinnar, flottu strákum og hafa mikinn kraft og vita alveg hvert þeir vilja fá hvert þetta á að fara og það er bara, þetta er mjög auðvelt að vera í svoleiðis stjórnum. Já, en sko píludeildin, hún á það raun svolítið sameigilegt með sko rafíþróttum að þetta er íþrótt sem maður hefur verið að taka eftir miklu meira bara upp á síkastið. Já, þetta er náttúrulega búið að vera reyndar svolítið vinsælt mjög vinsælt út í Bretlandi og held ég annað stærsta sportið í sjónvarpi og eftir fótbolta þar og það eru miklu peningar í þessu þar og þetta hefur verið bara mjög skemmtilegt að sjá bíluna fara svona rætt upp og þetta er hröð íþrótt, auðvelt að skilja hana og þess vegna hún náð sem vinsæltum.
maður talar oft að taka eftir íþróttum þegar það er birtast manni í sjónvarpinu og það er einmitt það, maður tekur eftir þessum pílukeppnum í sjónvarpinu og hefur þetta ekki spilað svolítið stóra rullu í því að auka vinsaldir greinarinnar? Jú, og núna til dæmis vorum við með það var útsending á Stöð 2 núna daginn sem þar lánaði Píldið Þórs búnaðinn til þess að nota til þess að vera hægt að uppfylla þessa 2 metra reglu og við erum með einn flottasta búnaðinn á landinu fyrir pílkast sem telur sjálfkrafa, þannig að það þarf ekki einhver skrifara sem var áður sem taldi, þannig að það kom mjög vel út og það er mjög einfalt að ná árangri í þessu sko, að spila þetta í þessu ástandi sko. Já, og sko vöxturinn hann hefur verið mjög af því að það er ekkert langt síðan að þetta væri bara pöppasport. Já, nákvæmlega, þetta var bara pöppasport og en núna í dag að koma upp allt öðru íþróttum en í þessu og þeir eru mjög fókuseraðir og það er svona pöppastimpillinn að þessu að fara sko, hann verður farin eftir nokkur ár sko. Já, hvað þarf maður að hafa til þess að vera góður í pílukasti? Já, ég hef alltaf sagt að þessi sé svona 50% geta og 50% sálfræði og það er ýmis trikk notuð í bókinni til að reyna að stuða andstæðingin á þess að taka eftir í en þetta er búið, en þessi spilar sem kom upp í dag þeir eru alveg rosalegir og þeir eru þannig að þeir verða ekki fyrir mikill í tröflun, þeir eru mjög fókuseraðir. Já, nú verður farið út og fylgst með þessu þar, hvernig við berðum það saman sko pílukast á Íslandi og síðan úti, hver er munurinn? Já, bara umgjörðin úti er orðin alveg rosalega sterk og og ég hef farið út með strákinn minn sem hefur verið að spila í undir 23 þar hjá BTC og þar eru bara mjög strangar reglur og það er ekkert engin leiðindi liðin og mönnum er gert það mjög fljótt ljóst að þú ert í þessu til að vera í þessu og það eru tekjumöguleikarnir eru gríðarlegir í þessu og ef þú hagar ekki eins og maður þá ertu bara ekki meira með. Já. Það er ekkert bara næsta mót heldur, þá ertu bara ekki meira með. Það er gríðarlega skemmtilegt að horfa á píluna og maður tekið því og ég held að sé líka því það er svo auðvelt að tengja sig við sportið. Það er auðvelt að í raun að fara bara núna eftir og prófa að kasta nokkuð pílum og þá tengjum við sig við hversu góðir þessi gæjar eru sem eru að horfa á í sjónvarpinu. Já, nákvæmlega og þetta er náttúrulega bara æfing eins og allt annað sko, og í þessu sporti geta líka menn byrjað hvenær sem er. Það er nefnilega mjög gaman að því sko. Það er til dæmis spilari í bænum sem byrjaði mjög seint kringum 50 og hann var Íslandsmeistari í 301 bara á öðru ári sko. Já. Og þannig að það er hægt að ná gríðarlegum árangri á svo stuttum tíma ef menn æfa. Það er ekki mikið hlaup eða hopp eða neitt slíkt þannig að þetta er í raun gerir það verkum að það geta miklu fleiri stundað sportið. Já, þetta er svona meira labb, það er þannig og þetta er labb, það er alveg þannig og í löngum mótum er þetta mjög þurfa menn náttúrulega bara að vera hreinlega í æfingu því að það tekur á. Já, og hafa kollin í lagi því að ef kollin er ekki í lagi þá getur verið opaslega góður en samt bara ekki hitt neitt. Nei, það er akkurat málið, þetta fer mikið fram í hausnum á mönnum sko og það er sálfræðin finnst mér vera gríðarlega stór þáttur í þessu. Þetta hefur verið að vaxa svolítið hérna á Íslandi. Heldur að sé langt í að þetta verði stórt sjónvarsport, íslensk deild í pílukasti? Já, þetta er mjög stutt í það. Það er einnig byrjað, Live Dats Æsland hefur verið með útsendingar og þetta er bara mjög stutt í þetta. Þeir sýna eiginlega frá öllum viðburðum íslenska pílusambandsins og það er bara flott framtak og þetta er mjög stutt í þetta og við sjáum bara hér í bænum sko, við settum á fyrirtækjakeppni núna í janúar, byrjum fyrrbröðsi og við erum með fjöldan allan að liðum og það er svo mikil spenningur núna að byrja aftur sko að menn hringja stöð sko. Er þetta frekar eldri sem er að koma þarna inn frekar en börn og úlingar? Nei, það er ekki verið þannig en það verður náttúrulega breyting á í haust þegar við fáum pílukastið inn í valgreinarnar í skólanum og eins með rafið það er verið líka valgreinin í skólanum
og það verður mjög gaman að sjá hvað kemur inn því auðvitað skiptir að máli sko, að byrja sem fyrst í þessu því þetta eins og að hjóla sko. þú gleymir ekki hvernig að hjóla. Nei. Þú gleymir ekkert hvernig að kasta heldur. Akkurat. Það kannski líkur svona svolítið ljóst við að rafíþróttirnar þegar þær fara inn í skólastarfið að þær verða vinsælar en það er spurningin mitt, hvar lendir pílan? Já, það verður gaman að sjá það, hvar hún lendir og það er nefnilega svo gaman að sjá með krakka þegar þeir koma og sér að þau kasta að kastið er alveg náttúrulegt þegar þeir eru krakkar. Já. Og þannig að það er þú veist, það er erfiðarast kannski að byrja eldri til að ná þessu náttúrulega kasti að klára kasti sem við köllum en þau gera það alveg 100% á þess að vita að því sko. En hvað með að finna þjálfara í þessi sport? Liggja þeir bara á hverju þrái? Sko það er bara búið að hafa ótrúlega margir hafa sambandi hérna í rafíþróttadeildinni það er bara, og við erum að byggja upp þessa þekkingu hjá okkur í pílkastinu og við erum í samstarfi við Grindavík þeir eru mjög öflugir í unglingastarfinu og unglingalandslið er eiginlega bara grindvíkingar út af því að það hefur verið öflugt unglingastarf þar sko. og við það er ekki langt í það verður Þórsari þarna inni sko. Akkurat. En þarf ekki að setja einhvers konar ramma utan á þetta þegar þú ert komið með þjálfarana að þeir séu kannski að fara í gegnum einhver námskeið? Jú, það er nákvæmlega það er það sem við viljum sé og þetta eru það er verið að búa það til og klára það dæmi. Þannig að þetta verður allt í föstum skorðum sko. Þannig að þetta hafa mann sko sem að bæði setur sig inn í þá líkanlega partinn og líkanlega þjálfunina, hefur líka einsýn í tölvuleikina og þetta þarf að vera svolítið vítt svið sem hún hefur sem þjálfari í rafíþróttum til þess. Já, það er alveg rétt og það var bara strax þegar við erum búin að stofna deildina þá held ég höfum konum 4 strax sem að eru að þjálfa í öðrum greinum sko. Og það sem verður til þarna er í raun fyrirmynd af því að ef maður hugsaður sem að þegar maður var sjálfur að fótbolta, maður leit upp til þjálfara sín sem var góður í fótbolta, ekki að haldi lengi á lofti, þarna verður til fyrirmynd sem stendur fyrir fram að þig þegar þú ert að mæta æfingar í rafíþróttum. Já, nákvæmlega og það er mjög mikilvægt að geta hort upp til slíks aðeina sko. Það er bara þannig. Og líka þegar þær fyrirmyndir eru í góðu formi og standa fyrir heilbrigðan lífstíl að þá hlýtur að vera líklegri til þess að elta það. Já, nákvæmlega og það er það við viljum fara þangað sko. Það er alveg á hreinu. Næstu skref, það er búið að setja upp aðstöðu, hvernig eru svona næstu skref í rafíþróttadeildinni hérna hjá Þór? Næstu skrefin eru bara, við ætlum að reyna að koma á sumarnámskeið núna ef afletningarna verða þannig að mér sýnist allan að vera með krakkana. Við munum setja á námskeið til að slípa þetta til fyrir haustið og við munum auglýsa það og bíðum spenntir eftir krökkunum að koma í þetta sko. Hafið þið ekkert áhyggjur af því að þetta sprengi mjög fljótt utan að sér? Jú, ég held að sé alveg klárt sko. Og hver verða þá skrefin? Það er bara að fara á brekkuna næst og í húsnæði þar við erum alveg með sín hvert við viljum fara með þetta. Já. Er þetta dýrt að koma þessu upp? Þurfum við að vera með mikið tölvubúnaði? Já, þetta er dýrt. Það er það og dýrt í stofnin en búnaðurinn verður þannig að hann verður náttúrulega, við reynum að gera hann þannig að hann verði uppfæranlegur og við munum ekki þurfa að henda til miklum peningum í náinni framtíð. Sérðu fyrir það sé eitthvað hægt að vinna þetta saman? Nú velti ég fyrir mér eins og með tölvuleiki svo FIFA sem er knattspyrnuleikur, verður hægt að vinna þetta einhvern veginn saman þegar að sko, þjálfarinn í rafíþróttadeildinni hittir knattspyrnuþjálfarinn á kaffistofunni, geta þeir deilt þekkingu og bætt hvað annað? Og ég held að það er nú 2 af þessu knattspyrnuþjálfarar sem höfðu samband sko, þannig að það er alveg klárt að það er tengingar og það verður bara gaman að sjá hvernig þetta þróast sko. Við náttúrulega sjálfsögðu rennum svolítið blind í sjónum hvernig þetta við höfum ákveðna sín og vitum hvert við viljum fara. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur? Er þetta margar æfingar í viku eða hvernig verður svona uppleggið á þessu? Við ætlum að hafa bara þetta verður bara eins og í fótboltanum og handboltanum það verður bara tímatabla og ákveðni aldurshópa saman og þetta verður bara þannig í föstum skorðum sko.
og þarna náttúrulega verður til þessi viðurkenning. Ég hef nú til dæmis verið að þjálfa fótbolta og maður hefur verið með einstakling á æfingu sem hefur ekki sýnt áhuga. Maður hefur spurt og þá, ég væri nú bara til að vera frekar heim í tölvunni. Og manni þykir það nú ekki merkilegt markmið þegar maður heyrir það þar, en þarna gæti þessi einstaklingur þá leitað inn í rafíþróttadeild og fundið sér bara betur í grein sem hann hefur áhuga á. Já, nákvæmlega, og það ekkert allir eins, sko. Það ekkert allir fótboltastjörnur eða handboltastjörnur eða körfuboltastjörnur, það bara þannig að við verðum bara, og mér hefur alltaf, ég allan að unnið þannig með mína krakka, leyfa þeim að fara þangað sem þau langar að fara í og spila og gera. Og þarna getur alveg verið stjarna líka, því að þetta sko fyrir tróðfullum leikföngum jafnvel þessir viðburðir. Já, og jafnvel sko spilarar sem eru kannski ekki endilega bestir, þeir búið til YouTube-rásir og spila þar og verða vinsælir. Já. Við horfum á KSI til dæmis í Breitlandi sem svo skorar hann á annan spilara í boxi, skilur, og sá viðburður var stærri heldur en í venjulegu boxi, sko. Þannig að þetta getur farið á svo ýmsa vegu og það veit enginn hvert þetta getur leitt. Nú tíminn að hlaupa frá okkur, svona rétt að lokum bara fyrir þá foreldra sem að horfa að sýna þessu, kannski sama áhuga og þá öðrum íþróttum. Hvernig skilaboð, hvernig samskipti ættu foreldrar að vera eiga við börn sem eru að sýna þessu áhuga? Bara hvetja það áfram og þau þurfa líka hvatningu í því sem þau eru að gera og það mjög mikilvægt að við fáum og það eiginlega kannski megin atriði líka í að stofna þessa rafíþróttadeild að breyta þessu hugafari hjá foreldrum að þetta ekkert bara slæmt, sko. Nei. Hvernig, takk hérlega fyrir komin og veit okkur innsýn í þessar tvær íþróttagreinar, pílukastið og rafíþróttir. Já, takk fyrir það. Takk áhorfendur fyrir áhorfið. Ef það mistað þætti þá alltaf hægt að ná okkur á YouTube, Facebook og n4.is og síðan líka í podcasti. Takk fyrir, sjáumst í næstu viku. Taktikinn í boði Jakko og UMFI.